Góð kvöldi, gott fólk. Gott að sjá ykkur. Velkomin á samkomu. Hefur ekki að lofa Guð saman. Amen. Takk, Jesús. Hann er hér. Amen. Að vera lofaður og upphafinn. Takk, Jesús. Takk, Faðir Guð. Halleluja, Jesús.
Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew, but my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it
sér hvern dag ég í hendi þér sér hvern morgun ég vakna þar til ég sofna á ný og þá ég syng þinn góð vilja Guð og allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig að hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góð vilja Guð og röddin þín gegnum eld hún hefur leitt mig og þá myrkir nótt þú ert nær mér en aldrei og ég þekki þig sem föður ég þekki þig sem vin og allt mitt líf í góð vilja Guðs og allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góð vilja Guð þín góð vild þú fylgir mér og fylgir mér í dag þín góð vild þú fylgir mér og fylgir mér í dag allt sem held ég í ég sleppi því ég gef þér allt minn Guð þín góð vild þú fylgir mér og fylgir mér í dag þín góð vild þú fylgir mér og fylgir mér í dag þín góð vild þú fylgir mér og fylgir mér í dag allt sem held ég í ég sleppi því ég gef þér allt minn Guð þín góð vild þú fylgir mér og fylgir mér í dag allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góð vilja Guð allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf
allt hefur leitt mig þegar nóttin er dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin er dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haldrandi þjón. Þú veitir mér styrk þinn gegnum lífsins sólguðsjón.
Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir að við erum samankomin hér í dag. Faðir minn, við bara leggjum einn og sér hvern fram fyrir þig, Drottinn minn. Faðir minn, ég bara biðja að snerta við hjörtum okkar hér í dag, Drottinn. Faðir minn, við komum með bænarefnin okkar fram fyrir þig, Drottinn minn. Faðir minn, viltu bara lækna þá sem þurfa lækningu að halda, Drottinn. Viltu mæta þeim sem þurfa á þér að halda í dag, Drottinn. Við þurfum auðvitað öll á þér að halda í dag sem á aðra daga, Drottinn. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir þína nærveru hér í dag. Undursamlegu nærveru þína, Drottinn minn, sem að umvefur og umlykur allt, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn, ég bara biðja að blessa þessa stund, Drottinn, í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Verið hjartalega velkomin og samkomin hér í dag. Mér langar bara örfá orð áður en við höldum áfram. Það búið að vera svo hugleikið. Við erum í heimahóp nokkra saman og áttum yndislega stund síðasta miðvikudag og svo stórkostlega bara, þið viti hvernig það er bara svo yndislegt að koma saman og biðja saman. Tala saman og vera í samfélagi við hvort annað. Og við vorum að biðja fyrir landin okkar og fyrir forsetanum okkar og biskupnum okkar og við vorum að biðja fyrir kærleikanum. Og ég myndi það ekki á því augnablikinu en svo fór ég heim og var að skoða á netinu og auðvitað mikið talað riddara kærleikans þessa dagana. Halla Tómasdóttir ásamt hópi fólks sett af stað þessa hreyfingu til að heiðra minningu Bryndísar Klöru sem að lést á menningarnótt á síðasta ári með því að virkja kærleikan í samfélaginu, minnka ofbeldi og bæta líðan með opnu samtali og raunverulegum aðgerðum, óháð aldri, uppruna eða bakgrunni. Og mér finnst þetta svo fallegt og mér finnst svo fallegt að horfa á unga fólkið okkar standa saman, að sjá þau vera að pósta alls konar myndum kærleika, að þau sé að sýna hvort öðru þennan kærleika, að því við vitum að kærleikurinn er meiri en allt og myrkrir hörfar undan kærleikanum og ljósinu sem kemur frá Drottni. Þannig, hvað getum við gert? Getum við tekið þátt í þessu riddara kærleikans? Í alvöru tala fyrir þá sem að hafa týnt lífinu sínu, við þekkjum svo ótal marga og höfum mist nána ættingja og vini hér í þessari kirkju sem á annar staðar. Hvað getum við gert til að vera rödd hérna úti? Verum þessi rödd, verum þessi kærleikur. Við getum það. Stundum gleymist það í amstri dagsins af því að svo mikið að gera, það er svo gott veður. Það eru allir að gera eitthvað, alls konar. Klæða sig upp í sitt fínasta pús og fara eitthvað að gera eitthvað. En vitið þið, það er þetta hjarta okkar sem skiptir máli. Það skiptir ekki máli einhver gríma hér eða þar. Það er hjarta sem skiptir máli og kærleikurinn sem skiptir máli. Þú ert undursamleg sköpun Guðs. Þú ert fullkomin eins og þú ert og Guð hefur áætlun með þitt líf. Hann hefur það og það eru gjafir í hverjum einasta aðila sem hér er inni sem að Guð langar að sjá þig stíga út á og vaksa með honum. Hann hefur áætlun með þitt líf. Amen. Trúið þessu. Hann hefur áætlun með þitt líf. Amen. Amen. Næsta laugardag, já við kannski heyrt þetta talað, Million Month byrjar, hefst trúboðsvikur, 2. Trúboðsátök, Million Month og það hefst næsta laugardag, 21. júní
Og það hefst á Háaleitsbrautinni næsta laugardagskvöld klukkan 8 og síðan 2 vikna prógram með alls konar uppákomum sem að ég kann ekki að segja frá, en það viðburður á Facebookinni og ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta. Og ef þið hafið tök á að kíkja á viðburðina, taka þátt, vera með, biðja fyrir átakinu, vera til staðar. Tökum þátt í því sem að gerast á landinu okkar. Af því það agrarnir eru hvítir. Fólkið hungrar eftir því að fá að kynnast Guði. Það eru svo margir að leita eftir einhverju. Þeir eru í hinu og þessu. Já, nú við fundið að ég í þessu og þessu. En við vitum hvert svarið Svarið Jesú. Amen. Við skulum halda áfram að lofa Guð. Og svo kemur Hálfdán að tala til okkur og mér langar bara að hvetja þig. Mundu að þú ert undursamleg sköpun Guðs og verum þessi kærleikur. Verum þessi kærleikur til hvers annars og til okkar sjálfs líka. Elskum hvort annað. Elskum Guð, elskum hvort annað. Amen. Skulum halda áfram að lofa Guð. Takk, Jesús. Við ætlum að syngja gamalt lag sem kannski nýtt fyrir mörgum samt. Þetta mjög einfaldur kór og ég bara vonaði að verði fljóta að læra hann og getið tekið þátt því sem kunnaði ekki. Við ætlum að lofa Guð í þessu lagi saman og lyfta upp hans nafni. Amen. Jesús, ég að þér, ég krýp á þér og lít þér, heiðra og tilbið þig minn Guð. Halleluja, halleluja.
Halleluja, Jesús. Ó, við lofa þig, drottinn minn og Guð. Þú verður þess að vera að lofa þig, Faðir minn og Guð. Halleluja, Jesús. Halleluja. Halleluja, Jesús. Halleluja, drottinn Jesús. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir þína nærveru, drottinn Guð, hér í dag. Ég þakka fyrir að þú ert hér, drottinn. Ég þakka fyrir að þú ert hér til þess að mæta fólki, drottinn. Þú ert hér til þess að taka okkur frá dýr til dýrða, drottinn. Ég bið að smerja varir minna þegar ég tala þitt orð í dag, drottinn. Ég þakka fyrir að orð sem þú gefur mig, drottinn Guð, og lagt á hjarta mig, drottinn. Ég bið að gera hjarta okkar, drottinn Guð, bara meðtakileg fyrir þín orðið, Faðir. Að megi vera góður í arfiðu sem að þitt orð verður gróðusett í, drottinn Guð. Að þitt orð megi skjóta rótum, drottinn Guð. Þitt orð megi vaksa í lífum okkar og bera ávöxt í lífum okkar, Faðir. Takk, Jesús. Halleluja. Amen. Amen. Gott kvöld. Gott að sjá okkur hér í veginum í kvöld. Takk, Benni. Já, takk. Sjáu hvað Benni almennilegur, spjóða mér vatn og allt. Yndislegt veður í dag. Loksins kom sumarið aftur. Halleluja. Galatabréfið, 5. kafli vers 1 segir: til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á yður ánægðar ok. Amen. Jesús hefur frelsað okkur undan ánægðar oki. Ánægðar ok þýðir að vera bundinn eða vera í þrældóm. Og ok fær byrgði. Í gamla daga, þegar Jónas var ungur og Raggi voru ungir, þá var ekki til dráttarvélar og nútíma tækni. En þá voru hestar og naut, það var sagt ok á þau, á herðar þeirra. Svo voru plóarnir settir aftan í og þeir þurftu að draga plóana. Þetta var erfiði. Að vera með ok, það var erfiði. Það er þungt og það er erfitt. Og ef við erum undir ánægðar oki, þá erum við undir þunga, bundin í þrældóm, og það er eitthvað annað sem stjórnar lífum okkar. Og það eru ótrúlega margir sem hafa verið á þeim stað og jafnvel eru á þeim stað. Ég var að tala á föstudaginn á TC-móti, Teen Challenge, sem að einblínir á fólk í fíknivanda. Fólk sem er að koma tilbaka og fóta sig aftur í lífinu. Og oft eru tölum fíknivanda, þá hugsaum við svo oft brennivín og kókaín og læknadóp og hass og heróin og allt þetta efni sem að deyfa tilfinningar og hug okkar. Efni sem að við verðum svo háð, það er ofta sem kemur í hug okkar þegar við tölum fíkn. En vitið, það er til fleiri fíknir. Spilafíkn. Fjöldi fólk sem er búið að spila húsin sín og fjölskyldur og allt frá sér. Matarfíkn. Fólk sem getur bara ekki látið mat í friði, óhollan mat, borðar allt og mikið á honum. Og það eru afleiðingar. Klám. Fólk sem er háð klámi. Útlitsstyrkun. Hvað hafa ekki margir séð? Það er bara endalaust. Stelpur eru komnar með risastórar varir og líkamsluta og allt. Af því að það er einhver útlitsstyrkun. Og sumar bara get ekki án þess verið. Fíkn. Það eru ótrúlega margir hluti sem geta verið þetta ánægðar ok í lífum okkar. Hluti sem geta stjórna lífum okkar. Hluti sem við getum verið að berjast við. Þetta eru þungi og þetta er eins og verið í þrældóm. En Galatabréfið segir: Jesús hefur frelsað okkur undan þessur ánægðar oki.
Hann hefur frelsað okkur undan þessu ánægðaroki. Og hann hefur ekki frelsað okkur bara til þess að vera frjáls einn dag. Hann hefur frelsað okkur til þess að við séum frjáls. Að líf okkar sé frjálst. Hann vil að við losnum undan því sem hann hélt okkur niðri, undan okinu sem hefur haldið okkur, undan þrældómnum sem við þurft að lifa í. Hann vil að við lifum lífinu frjáls. Ekki bara stuttan tíma, heldur allt okkar líf til frelsis. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Þess vegna segir Páll líka, sá sem skrifaði bréfið, látið ekki aftur leggja yfir ánægðarok. Af því að þið eru frjáls. Af því að Jesús er búinn að frelsa ykkur og hann frelsaði ykkur til þess að vera frjáls. Til að lifa lífinu frjáls. Ekki láta leggja aftur okkur ánægðarok. Ekki láta það sem þú ert búin að berjast við ná tökum á þér aftur. Nei, standið stöðug, segir hann. Standið stöðug. Hvernig lítur það út að standa stöðugur? Það lítur ekki þá út eins og laufblað sem að flýtur í vindi. Hér einn daginn, hér næsta dag, hér þriðja daginn og hér eða hér. Við erum ekki þá eins og laufblað í vindi. Það er ekki að vera stöðugur. Ég sé fyrir mér brúastólpa sem stendur út í miðri á. Það getur verið lítið vatn í ánni, það getur verið mikið vatn í ánni. Það getur verið ískrapi á ánni og allt þetta kemur með öllum sínum þunga á þennan brúastólpa. En hann haggast ekki. Hann haggast ekki, hann stendur stöðugur. Þannig er Páll að segja við að lifa lífinu. Að við að standa stöðug. Ein ensk útgáfa, eða þýðing Biblíunnar, hún segir: Kristur hefur sannarlega sett okkur frjáls. Síðan segir hann: sjáðu til þess að þú sért áfram frjáls og ekki verða aftur bundin í þrældóm. Sjáðu til þess að þú sért áfram frjáls. Ég bjó einu sinni í húsi, nýju húsi. Það var nýbúið að byggja það. Þetta var nýtt hverfi og eins og gerist í nýju hverfum að þá er náttúrulega mói allt kring. Þetta var bara sveit þegar hverfið var byrjað að byggja upp og það var mói allt kring. Við vorum eiginlega neðsta húsi í hverfinu, ekki búið að byggja fyrir ofan okkur, ekki búið að byggja fyrir neðan okkur og ekki búið að byggja sikkur megin við okkur. Mói allt kring. Og í þessu móa, þar bjuggu lítil dýr. Við vorum búin að ráðast inn á þeirra svæði. Við komum, réðumst á þeirra svæði, ruddum burtu landskika og byggðum hús. Og þessi litlu dýr þó voru ekki ánægð með það. Þannig að þau réðust inn á okkar landsvæði. Hagamís. Fundu sér leið inn í húsið. Pínu lítið gat og þær komu sér inn. Það áttu heima þarna. Það gátu smogið sér inn í húsið og Ásdís, elsku konan mín, hún var ekki glöð. Ég ætla að nota orðið að hún hafi trompast. Af því að mýs eru hennar helsti óvinur í náttúrunni. Ef hún sér mús, þá var hún komin upp á stól áður en hún getur blikkað augunum. Og það var komið ástand. Og það var ekki bara ein mýs, heldur voru það nokkrar. Og þær voru búin að koma sér þægilega á bak við sjónvarpsskápinn í stofunni. Ásdís kom til mín og hún sagði ekki: elsku Hálfdán, ef þú gætir náðu þessum músum þá væri það ágætt. Hún sagði það ekki. Sjáðu til þess að þessar mýs allar fari út úr húsinu. Sjáðu til þess. Og þá er eins gott fyrir mig að ná þessum músum og koma þeim út.
En sjáðu til þess. Sjáðu til þess að þú sést áfram frjáls. Legðu þig allan fram og vertu vissum að þú verður áfram frjáls. Að þú standir stöðugur. Sjáðu þetta. Vitið, þetta segir okkur það að við getum farið aftur undir rokið. Að við getum farið aftur undir ánægðarok. En Páll segir að þetta er barátta. Við þurfum að leggja allt á okkur sem við getum til að fara ekki aftur undir rokið sem að við vorum einu sinni undir. Af því að Jesús er búinn að frelsa okkur. Hann er búinn að frelsa okkur. En við þurfum að standa stöðu. Við þurfum að sjá til þess að við séum áfram frjáls. Að við látum ekki leggja aftur á okkur ánægðarok. Að við förum ekki aftur undir fíknina. Við förum ekki aftur undir það sem að hélt okkur niðri. Hvað svo sem það er. Síðan segir Páll í versi 7. Þið fóru svo vel af stað. Þið fóru svo vel af stað. Það gekk svo vel í byrjun. Þú varst edrú í 1 mánuð og 2 mánuði og 3. Konur, þið keyptuð ykkur ekkert á EMU, þú veist, hvað heitir það, Boost eða eitthvað, í 3 vikur. Temu. Sko, það er gott að konuna þar þekkja þetta. Segir okkur það. Þú fórst svo vel af stað. Þú fórst ekki í spilakassa í heilan mánuð. En síðan gerðist eitthvað. Og þú fjálst. Þú byrjaði svo vel, en svo gerðist eitthvað. Síðan segir Páll, hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það ekki kom það frá þeim sem að kallaði ykkur. Það kom ekki frá Jesú. Svo segir að lítið súrdeg sýrir allt eigið. Hver var það? Hvað var það sem að fekk þig til að falla? Það er lítið súrdeg sýrir deigið. Eða kemur bara smá, pínu lítið, hugsið ykkur, pínu lítið súrdeg, þá eyðileggur það allt deigið. Pínu lítil hugsun. Hvað væri gott að fá 1 bjór núna. Hvað væri gaman að hitta partívinuna aðeins bara 1 kvöld. Ég verð bara að fara aðeins á netið og bara kíkja á klámsíðuna, bara smá. Eða ég verð að fara á Temu og kaupa bara 1 flík, þó ég eigi fullan skáp af fötum. Eitthvað pínulítið í þínum augum getur triggerað eitthvað þannig að þú fallir. Að allt sem þú ert búin að byggja upp er farið. Þú sem fór svo vel af stað. Hver eða hvað hefur hindrað þig? Hver eða hvað fékk þig til að falla? Þess vegna þurfum við að standa stöðug. Gera allt sem við getum til þess að lifa frjáls. Við þurfum að standa stöðug alla daga. Ekki bara 1 mánuð eða 2 mánuði. Ekki bara 1 ár eða 2 ár. Heldur alltaf. Allt okkar líf þurfum að vera á varðbergi og standa stöðug. Við þurfum að sjá til þess að allt okkar líf, að við látum ekki aftur leggja okkur ánægðarok. Hver hefur ekki heyrt eitthvað á þessan leið? Eftir 17 ár edrú datt ég í það. Hefur við heyrt þetta? Eftir 30 ár edrú þá datt ég í það. Misti fókus. Gleymdi mér. Leið og við leggjum varnir okkar niður, þá getum við átt á hættu að verða fyrir freistingu, að það er eitthvað sem að triggerar okkur og við förum aftur undir okið sem að hélt okkur niðri. Við þurfum að gera allt sem við getum til þess að lifa frjáls, standa stöðug, að við sjáum til þess að vera ekki aftur lagt á okkur bölið sem að við vorum undir. Við þurfum að sjá til þess að við lifum frjáls. Það segir í 13. versunni í Galatabréfinu 5. kafla. Það segir, bræður og systur, þið voru kölluð til að vera frjáls.
Við erum kölluð til að vera frjáls. Við erum ekki kölluð til þess að vera í þrældóm. Við erum ekki kölluð til þess að lifa undir oki. Við erum kölluð til að vera frjáls. Og það skiptir engu máli hver þú ert. Skiptir engu máli hvaðan þú kemur. Þú ert ekki kallaður eða kölluð til þess að lifa undir ánægðar oki. Heldur erum við öll, ég og þú, kölluð til að lifa frjáls. Frjáls undan ánægðar oki. Amen. Ég heyrði sögu um feðga. Þeir fóru að veiða, eins og feðgar gera. Og það sem þau stóðu við vatnið voru að kasta út og draginn og hvernig þetta er allt saman, voru að veiða. Tók pappinn eftir konu sem að lagði bílnum sínum svona hinum með við vatnið. Og hann fylgir svona með henni í fjarska og sér að allan tíman þegar konan er hérna við vatnið, þá var hún síblótandi, alveg brjáluð og veitti ekki einn fisk. Vandamáli var að hún hafði lagt bílnum sínum við stóra umferðargötu. Þung umferð og hún opnaði dyrnar á bílnum sínum og tók litlabarnið sitt út. Ætlaðist auðvitað til þess að litlabarnið væri rosa stillt og gott og væri hjá henni við vatnið að veiða. En litlabarnið var alltaf að hlaupa upp á götu af því það var miklu meira spennandi. Þannig að konan stóð næsta klukkutíman blótandi barninu, hlaupa á eftir því, dragaði að vatninu aftur. En það var hún sem ákvaða að leggja bílnum hana. Hún ákvaða að vera á þessum stað við vatnið. Hugsið ykkur, ef að konan hefði ákveðið, heyrðu, ég ætla að staðsetja mig einhvers staðar annar staðar. Ég ætla að leggja bílnum einhvers staðar langt frá þessari umferðargötu, þannig að ég og barnið mitt getur notið dagsins saman. Hugsið ykkur hvað upplifun af deginum hefði orðið allt önnur ef hún hefði staðsett sig á öðrum stað. Hvernig staðsettum við okkur í lífinu? Hvar staðsettum við okkur í lífinu? Og erum við tilbúin til þess að sjá til þess að við lifum frjáls? Erum við tilbúin til þess að gera allt sem að við getum til þess að lifa frjáls? Erum við tilbúin til að staðsetja okkur á nýjum stað? Erum við tilbúin til að taka okkur upp af gamla staðnum við götuna þar sem að konan var og umferðin var og allt var crazy? Erum við tilbúin til að taka okkur af þeim stað og fara á nýjan stað þar sem við getum vaxið í Guði og lifa frjáls? Vitið, við erum öll á þeim stað í lífinu vegna ákvarðana okkar. Við tókum ákvörðun þegar við tókum fyrsta sopan. Við tókum ákvörðun þegar við tókum fyrsta smókin. Fórum í fyrsta spilakassan. Fórum fyrsta sinn á klámsíðu. Fyrsta sinn á Temu. Hvað sem það er. Við tókum ákvörðun. Við tókum ákvörðun að borða allt ísbóksið og alla kökuna yfir bíómyndinni af því að mér leið illa. Við getum tekið ákvörðun að halda áfram á þessari leið, að vera á þessum stað. Við getum haldið áfram, tekið ákvörðun að halda áfram að vera í eitruðum samböndum. Við getum tekið ákvörðun það að vera áfram í slæmum félagskap. Við getum haldið áfram og tekið ákvörðun það að vera áfram á þeim stað sem að veldur okkur ekkert nema böli og þrældumi. En við getum líka tekið ákvörðun að snúa baki við þessu lífi til að lifa frjáls. Við getum valið Jesú, við getum valið Guðs leið. Við getum valið að vaxa í samfélaginu við hann. Og ef við gerum það, þá getum við lifað í sigrinum sem að hann hefur fyrir okkur. Að þá getum við gengið í frelsinu sem að hann hefur gefið okkur. Þetta Jesús hefur frelsað okkur. En það þýðir ekki að lífið verði auðvelt. Það þýðir ekki að við þurfum ekkert að berjast í lífinu að hafa fyrir hlutunum. En við þurfum að sjá til þess að við lifum frjáls. Að við staðsetjum okkur í hans nærveru. Staðsetjum okkur með Guði. En hvernig getum við séð til þess að við lifum lífinu frjáls?
Það segir í 16. versinu í Galaterbréfinu, 5. kafla, en ég segi, lifið í andanum. Lifið í andanum, að þá fullnæði þið alls ekki girnd holdsins. Holdi girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þið standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. Lifið í andanum. Síðara Korinthubréf 3. kafli og vers 17 segir, drottin er andinn og það sem andi drottins er, þar er frelsi. Amen. Rómverjabréfið 8. kafli og vers 1 og 2 segir, nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Að lífið í Kristi hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Lifið í Kristi. Og Rómverjabréfið 8. kafli og vers 5, þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugað með það sem að hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem að hann vil. Við þurfum að hafa hugan okkar við það sem að Guð vil. Hans vilja, ekki okkar vilja. Við erum búin að reyna okkar vilja. Við erum búin að reyna að lifa lífinu eftir okkar bestu vitund. Og hvar erum við stödd? Mörg hver okkar erum kannski stödd á ómögulegum stað. Hversu margir hafa ekki ætlað að sjá sig sjálfur, gera allt sjálfur og enda í gödunni, ræsinu, hafa mist allt, spila allt frá sér. Við erum búin að reyna okkar leið. Nú er tími til að velja hans leið. Fara eftir hans vilja. Og Sálmur 119, vers 45 segir, ég mun ganga frjáls. Ég mun ganga frjáls því að ég leita fyrirmæla þinna. Að því ég leita hans, hver hans vilja fyrir mitt líf. Þess vegna þurfum við að læra hver hans vilji er. Að leita fyrirmæla hans. Ég er búin að vera giftur Ásdísi í 25 ár. Og eftir þessi 25 ár, þá get ég sagt með nokkurri vissu að ég þekki Ásdísi nokkuð vel. En hvernig lærði ég að þekka hana? Hvernig lærði ég að þekka hana? Með því að eyða tíma með henni, með því að tala við hana og hlusta á hana. Ekki rétt? Það er eins með Guð. Til að læra að þekkja Guð, þá þurfum að læra hann. Læra hver hann er, læra að þekkja hann. Og við gerum það með að lesa hans orð, Biblíuna. Við þurfum að tala við hann, við gerum það í bæninni. Og við þurfum að hlusta á hvað hann hefur að segja við okkur. Við lærum líka að þekkja Guð þegar við umgöngumst annað kristið fólk, þegar við mætum í kirkju, þegar við heyrum orðið predikað. Þess vegna er svo mikilvægt að við staðsetjum okkur rétt, að við förum frá gamla staðnum, umferðargötunni, þar sem öll lætin voru, þar sem erfiðleikarnir voru, að við tökum okkur upp og förum á nýjan stað, þar sem við vöxum í samfélagi við Guð, þar sem við lærum að ganga í hans anda, með honum lærum að ganga samkvæmt hans vilja. Og þá fyrir líf okkar að breytast, segir Páll. Að þegar við byrjum að lifa í andanum, þá segir hann að þá hættum við að fullnægja girnd holdsins, sem er frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgóðdýrkun, fjölgingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídragni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. En þegar við byrjum að lifa í andanum, þá byrjar eitthvað að breytast. Þá byrjar líf okkar að breytast og við förum að sjá nýja hluti í lífum okkar. Reiðin allt í hennu fer, metingunum fer, flokkadráttunum fer,
öfundin fer og við byrjum að lifa í kærleika, gleði, friður fyllir líf okkar. Við byrjum að vera langlynd, það er gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsægi. Allt í einu eru þetta ávöxtunir í lífum okkar. Ávöxtunir sem að Guð vill að við séu líf okkar. Og þegar við leiðumst að hans anda, þá verðum við þekkt af þessum hlutum. Allt í einu fer Gunni sem var alltaf reiður. Það var ekki hægt að tala við hann var alltaf reiður. Hann var reiður út í allt saman. Hann var reiður út í konuna sína, hann var reiður út í börnin sína, hann var reiður út í samfélagið, reiður út í vinnufélagina sína, reiður í æsku sína, reiður út í foreldra sína. Hann var reiður út í allt. En allt í einu einn daginn, þegar hann fyrir að kynnast Guði og ganga með honum, leiðast á andanum, þó allt í einu fyrir þessi reiði á honum. Og allt í einu hann byrjaður að elska foreldra sína. Allt í einu hann fann að elska konuna sína og börnin sín. Allt í einu hann fann að tala vel um æsku sína. Allt í einu hann fann að sjá hlutin í allt öðru ljósi og fólk segir, býttu, er þetta ekki Gunni reiði? Þetta er bara eins og nýr maður. Af því hann leiði Guði að eiga við sitt líf. Hann fór að leita hans vilja og gekk með honum. Leiddist af andanum. En við þurfum að taka ákvörðun fyrir líf okkar. Hvar staðsetjum við okkur? Ætla ég að standa stöðugur, sama hvort það er lítið í áni eða mikið í áni, þótt að krapið skelli á mér, vindarnir blási, ætla ég að standa stöðugur eða ætla ég að beygja mig og fara aftur undir okið. Lifið í andanum, að þá fullnaði því alls ekki grind holdsins. Og þess vegna hvet ég ykkur í dag, kæru vinir, ekki gefast upp í því sem þið eru að berjast við, í ykkar baráttu. Jesús hefur frelsað ykkur til þess að þið séu frjáls. Standi stöðug, sjáu til þess að þið lifi frjáls. Leiti Guðs, lærið að þekkja hann, lærið að þekkja hans orð, byrjið að lesa Biblíuna eins og aldrei áður, byrjið að biðja til hans, byrjið að biðja á mótnana, á bæn, og áður þið leggist á kottan á kvöldin, endið með bæn. Þegar eitthvað kemur upp yfir daginn, settu augun til hans og biðið, segja honum hvernig ykkur líður, hvort sem ykkur líður vel eða illa, segja honum hvað eru að gangi í gegnum, hvað eru að berjast við, segja honum draum ykkar, byrja að þakka honum fyrir allt það sem þið getið þakkað honum. Staðsetið ykkur á nýjum stað, fjarri því sem að tryggrar ykkur, fjarri því sem að freistar ykkar, fjarri því sem að bölið er og hefur verið í lífum ykkar. Staðsetið ykkur þar sem að þið getið vaxið í Guði. Tilheyrið kirkju sem að kennir orð Guðs. Kirkju þar sem að þið getið vaxið inn í það áætlun sem að Guð hefur með líf ykkar. Af því að hann hefur áætlun með ykkur eitt og sérhvert. Áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Okið veldur engu nema óhamingju. Það er ekki lífið sem að Guð hefur fyrir ykkur. Áætlun til heilla, ekki óhamingju, vonar ríka framtíð. Tilheyri kirkju þar sem að þið eru hluti á nýrri fjölskyldu, staðsetið ykkur á nýjum stað. Ef það þýðir að snúa baki við gömlu vinunum, er það þá ekki meira virði að lifa í frelsi heldur en undir oki. Ef það þýðir að við snúum baki við einhverju, gerum það þá. Staðsetjum okkur á réttum stað, á nýjum stað. Jesús segir í Mattheus og Guðspjalli 11. kafla, versi 28, komið til mín, öll þér sem erfiði og þungar hlaðin, og ég mun veita yfir hvíld. Ég mun veita yfir hvíld. Svo segir hann, takið á yfir mitt og lærið af mér, því að ég er hóvar og hjarta lítilátur, og þér munu finna hvíld sálu með þar, því að mitt og er ljúft og byrði mín er létt.
Vitið, þegar við snúum okkur til Jesú, þá gefur hann okkur hvíld. Hann tekur erfið, hann tekur þungan af okkur sem á okkur. Hann setur okkur frjáls. Og ef við tökum á okkur hans ok, að þá beygjum við okkur undir hans vilja. Gefum honum líf okkar og tökum ákvörðun að fylgja honum. Leiðumst af andanum. Jóhannes 8:36. Ef sonurinn Jesús, ef hann frelsar yður, munu þér sannarlega verða frjálsir. Og þér frelsaði Kristur okkur. Standið í stöðug og látið ekki aftur leggja yður ánæðarók. Amen. En vitið, það er eitt alveg klárt. Djöfullinn, hann gengur sem öskrandi ljón. Hann á eftir að reyna að brjóta þig niður. Hann á eftir að reyna að fella þig. Hann á eftir að reyna að ljúga þér að þessi allt saman vitleysa, að þú ert sko alls ekki frjáls. Að þú varst og ert og munt alltaf verða fíkill. Að þú varst og þú ert og þú munt alltaf verða undir ánægð. Þú getur ekki losnað undan þessu. Hann á eftir að hvísla þér, þetta er nú meiri vitleysa. Hálfdan, hann hefur ekki hugmynd það sem að þú ert búin að ganga í gegnum. Hálfdan hefur ekki hugmynd það sem að þú hefur gert. Hann hefur ekki hugmynd hvaða mikil byrði liggur á þér. Og það er alveg rétt. Ég veit kannski ekki hvað þú hefur gengið í gegnum. Hvað þú hefur upplifað, hversu langt þú varst leiddur, hversu mikil byrði er á þínu lífi. En vitið þið hvað ég veit? Ég veit að Biblían er sönn. Hans orð er sannleikur. Og hans orð segir að til frelsis frelsaði Kristur okkur. Hans orð segir að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn til þess að hver sem á hann trúir. Hver sem er þýðir ég og þú. Og það er alveg sama hvað við höfum gert. Alveg sama hver við erum, alveg sama hvaðan við komum og hvað við höfum gengið í gegnum. Hvort sem við fíkill eða ekki fíkill, hvort við sem undir ánæðaróki eða ekki. Hann kom til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hans orð er sannleikur. Hans orð segir líka að allir þeir sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn þeim sem trú á hann. Ég og þú getum verið Guðs börn. Það er hans orð sem að talar þetta. Og hans orð er sannleikur. Hans orð segir líka að Jesús, hann afmáði skuldabrifið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Skuldabrifið mitt og skuldabrifið þitt. Og þessu skuldabrifi voru allar okkar syndir. Alltaf ranga sem við höfum gert, mistökin í lífum okkar, klúðrið í lífum okkar. Jesús tók það og neldi það á krossinn. Hann dó fyrir það, hann borgaði gjaldið fyrir mig og þig. Og þess vegna erum við frjáls. Af því að Jesús dó fyrir þig. Og láttu engan segja þér neitt annað. Og ef einhver reynir að segja þér eitthvað annað, þá er það lygi. Djöfullinn er faðir lygarinnar. Hann gerir ekkert annað en að ljúga. Og ef hann reynir að hvísla þér, þetta er ekki rétt, þetta er ekki satt, þá er það lygi. Jesús dó fyrir þig, þú ert frjáls. Amen. Við varum að biðja saman. Skulum rísa á fætur. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að þú hefur frelsað okkur. Þú komst til þess að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum laust og blindum sýn og láta þjáða lausa. Það er þinn vilji að við lifum frjáls. Þinn vilji er ekki að við lifum í ánauð, heldur að við lifum frjáls. Þú hefur kallað okkur til að vera frjáls. Og ég biðja á þessari stundu að brjóta þá hlekki sem að halda okkur niðri. Brjóttur á bak aftur hvers konar fíkt, Drottinn. Brjóttu á bak allt sem við erum að berjast við í lífinu, þungan sem að hvílir á okkur. Ég byrðum að brjóta hann á bak aftur í Jesú nafni.
Ég þakka þér fyrir blóð þitt Jesú sem að rann á krossinum fyrir alla menn, Drottinn. Ég þakka þér fyrir blóð þitt sem að hreinsar okkur að sérhverri synd og gerur okkur hrein og lítalus fram fyrir þér. Ég þakka þér fyrir að við getum komið fram fyrir þig með djörfung, með allar þarfir okkar, með bænarefni okkar, með allt sem við verum að berjast við og Jesús, þú veitir okkur hvíld. Ég legg einn og sérhvern sem hér er inni í þínar hendur. Ég bið að blessa alla sem hér er inni í dag. Ég bið að leiða okkur þinn veg. Gefa okkur eyru sem heyra hvað þú ert að segja og gefa okkur, Drottinn Guð, að við munum sjá að þú lýsir upp veg okkar þannig við tökum rétt skref og réttar ákvarðanir í lífinu. Að við staðsetjum okkur á réttum stað. Það sem við getum vaxið í þér. Ég þakka þér fyrir að við erum þín börn. Við tilheyrum þér og þú elskar okkur. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við erum frjáls því að hann hefur frelsað okkur. Stöndum stöðug, gerum allt sem að í okkar valdi stendur til að vera áfram frjáls. Lifum samkvæmt hans vilja. Eltum Jesú, hans orð. Látum hans orð fylla líf okkar. Látum hans orð tala til okkar og förum svo eftir því og lifum frjálsu lífi. Amen. Guð blessi ykkur. Ef það er einhver sem vil fá fyrirbæn sérstaklega, þá býði ykkur að koma fram og við býðum með ykkur. Stöndum með ykkur fyrir því sem þið eru að berjast við eða hvað svo sem það er í ykkar lífi sem að þið þurfið á fyrirbæn að halda. Guð er hér, hann heyrir bænir okkar og hann